Komið sæl. Lægðir eru dálítið áberandi í þessu korti hér að baki mér. Þetta er staðan á klukkan 18 í dag. En það eru svo sem ekki lægðir sem mun einkenna veðri hjá okkur næstu daga því að loftþrýstingur mun fara hækkandi þegar líður á morgundaginn. Vissulega í kvöld og í nótt koma bakkar bæði hér inn á austurströndina og hér inn vestanlands. En þegar framlíða stundir á morgun og þá mun leta til víða land og hæð sem að verður hér austur og suður af landi. Hún mun stjórna veðrinu vel fram eftir næstu viku. Það er vissilega að bera aðeins að hér kaldara loft úr vestri. Staldrar samt ekki víða við, getur gert ráð fyrir að verði næturfrost í innsveitum nokkuð víða í nótt og jafnvel aðra nótt, en hlýrra loft og hlýrri loftmassi og leiðin til landsins og fáum kannski hærri hitatölur á næstu dögum. En í nærmyndinni þá sjáum við að það var nú svo sem bjart víða land hér klukkan 19 og við sjáum að þegar við keyrum hreyfimyndina þá koma skil hér inn á Austurland þegar líður á nóttina og einhver úrkomubakkar hér inn á vestanvert landið. Þrýstingur samt loftþrýstingur að fara hækkandi og í fyrramálið þá nú orðið bjart veður víðast hvar vestan til á landinu og sunnan til einnig. Klukkan 14 getur verið svona skýjað mestu leyti og slitrótta rigningu eða slittu þá að finna víða á norðausturhorninu. Og þetta á staðan svona varðandi vind og hitafar. Við sjáum að hitatölur eru svona almennt 3 til 4-5 stig fyrir norðan, en við getum farið vel yfir 10 stigin svona staðbundi hér sunnan til og síðan mun nú létta til einnig á austanverðu landinu þegar framleiða stundir á morgun. En annað kvöld byrjar að herða á vindi hér vestan til á landinu. Þá er þessi lægð sem að bera hér þetta hlýra loft upp á landi. Hún svona gerist aðeins nærgöngulli þó vissulega verður nú ekki mikil úrkoma í þessu. En á sunnudaginn þá sjáum við að það verður nú svona allhvass vindur hér vestan til á landinu, mun hægari vindur annars staðar, skýjað sunnan til á landinu og skýjað með köflum hér á Vesturlandi. Fínasta veður á norður og austurlandi, þar verður dagurinn sólríkur og fáum hámarkshitatölur væntanlega 12 til 13 stig líkt og í dag. En síðan þar sem eftir lifir þá sunnudagsins og fram á mánudaginn þá smám saman fer loftþrýstingur aftur hækkandi, lægðin hörvar og það dregur svona úr þessum mesta vindstyrk hér vestanlands og en veður svona áfram nokkuð svipað fram á mánudag. Klukkan 12 á mánudag þá sjáum við að það nú svona skýjað með köflum hér sunnan og vestan til á landinu. Getur gætt einhverjar lítilsháttar rigningar öðru hvoru hér sunnan til á landinu, en fyrir norðan bjart veður og einnig á Austurlandi og fínustu hitatölur þar slóðir. Og þetta svo sem breytist ekki mikið síðan fram til þriðjudags. Áfram erum við undir valdi þessarar hæðar. Það getur reynda verið dálítið vindstrengur yfir norðvesturhorni landsins ef þessi spá gengur eftir. En nokkuð þurr loftmassi, skýjað allan að öðru hvoru hér vestanlands en létt skýjað að öðru leyti. En hvað varðar veður í Evrópu, þá er nú svona vorið búið að hefja innreið sína og komið vel á veg víða í Mið-Evrópu. Við sjáum það hiti í kringum 20 stigin, vissulega sjáum við svona skúraleiðingar nokkuð víða í álfunni, en þetta er nú ekki neitt markvert þannig séð og til að með ekki vera að gera ráð fyrir umtalsverðum þrumuveðrum. En á Íberíuskaganum þá er hiti komin yfir 30 stig hér allra syðst og fínasta hitatölur 25 til 28 stig. En hvað varðar Kanaríeyjar þá ætlar að verða svona nokkuð heitt þar á morgun, hiti nærri 30 stigum, það nú svona kannski nokkrum gráðum betur en svona er alla jafnastaðan á þeim eyjum og létt skýjað svona að mestu leyti. Hvað varðar Norður-Ameríku þá eru við hér með nokkuð markverð veðraskil sem að teygja sig hér frá Texas og til norðausturs. Það getur verið dálítill hitastigur í gegnum þessu skil. Við sjáum til að spáin gerir ráð fyrir 17 stigum í Dallas á morgun en 27 stigum í Houston, þannig að það munar þar 10 stigum á þó nokkur vegalengd en svona lítilli á þessu korti.
þegar norða dreifur að þá sjáum við að það lægð hér stödd lengra norður við Hudsonflóa, hún að draga hér kalt loft og tilefandi gera spáin ekki ráð fyrir því að það verði frostlaust í Winnipeg á morgun. En þetta gott að vera í dag. Verið sæl.